Komið sæl og blessuð, Sigrún Arna heiti ég frá Náttúruprjón og ég ætla að sýna ykkur hvernig ég festi band á bakvið. Ég festi band alltaf á bakvið ef það eru 3 lykkjur eða fleiri og alveg sama hvaða flík það er, ef það eru bara einhverjir litir, þá festi ég að því að og minni hætta á að maður dragi í, prjónleysi lítur fallegra út á röngunni og minni hætta á að það dragist til í flíkinni ef að það er erfiðara að festast í böndunum. Og svo líka verður prjóni jafnara. Ef maður festir böndin á bakvið þá er minni hætta á svona kipring í mynstrinu. En ég ætla að byrja samt á því að sýna ykkur hvernig ég prjóna fram og tilbaka slétt alltaf. Fyrst ætla ég að sýna með einu lit og svo ætla ég að sýna ykkur með munsturprjóni þegar ég er búin að sýna ykkur hvernig ég festi lykkjurnar á bakvið. Ég ætla að nota svona mint og grænt til þess að sýna ykkur þetta. Og þetta er bara svona pröfa sem að ég er með. Og prjóna ég bara svona venjulega fyrst, bara slétti yfir. Ég snúi allar á sitt hvern háttina því ég var að rekja upp. Þannig svo prjóna ég bara svona yfir eins og við gerum venjulega alltaf. Og svo því ég komin út að enda hinum megin að þá prjóna ég bara svona eins og spegilmyndi sé tilbaka. Þannig og þetta er ég búin að gera sem ég var 17 ára. Þá ákveð ég að byrja að pröfa þetta eitthvað tímann, af hverju gæti ég ekki prjóna í báðar áttir eins og aðra áttina. Og í dag prjóna ég innband og tvíband á allt. Ég prjóna aldrei brugðið, aldrei á röngunni. Byrjum við á fyrstu lykkjunni og svo eru 2 brugnar. Og svo prjóna, maður þarf bara aðeins að passa sig þegar maður gerir þetta að snúa lykkjónu rétt, þannig að það liggi rétt fyrir manni þegar maður prjóna tilbaka, maður sé ekki að snúa upp á lykkjurnar og gera það flóknar að prjóna aftur svo yfir. Þess vegna fer ég svona undir lykkjuna, af því þá liggur hún beint fyrir mig því ég prjóna. En ég meina, þetta er ekkert auðvelt fyrst, en svo bara kemur þetta. Og svo bara meiri eftir því sem að bara verður maður betri, eins og með allt annað, eftir því sem maður gerir meira. En það er náttúrulega bara bandið og allt sem er snúið. Það er allt öfugt, miðað við það sem maður er vanur að gera. En nú er ég komin út að enda aftur og ætla að sýna ykkur hvernig ég festi enda með því að festi bandi með því að fela enda. Nei, fel enda með því að festa bandi. Og og geri það. Svona, þá erum við komin út að enda og þá byrja ég og bleikt er mynsturliturinn eða minna notaði liturinn, þá hef ég hann nær og svo prjóna ég eins og í þessu tilfelli græna litin alltaf undir og yfir til þess að festa bandið. Ef þið ætlaði að festa það alveg, þá myndi ég alveg prjóna 12-15 lykkjur svona fyrir ofan undir bandið til þess að festa það vel. En núna er ég náttúrulega bara að sýna ykkur smá, þá ger ég ekki jafnvel. En svo prjóna ég, yfirleitt ef ég prjóna fleiri en 3 lykkjur þá fel ég bandið. Fór ég tvisvar fyrir ofan bleikabandið, nú fer ég undir bleikabandið til þess að festa það. Og þá sjáum við hvernig það liggur yfir það sem ég prjónaði án þess að festa það og svo á fremstu lykkjunum það sem ég festi það. Þetta er endurtekið alltaf þegar að ég prjóna
og nú ætla ég að nota bleika litinn og ætla að prjóna með honum 5 lykkjur. Þá tek ég hérna, nú eru konar 2, tek ég 3. lykkjuna, sæki bleika bandið undir græna bandið og þá er ég búin að festa græna bandið. Þetta ger ég á báða litana jafnt. Bara ef það eru 3 lykkjur eða fleiri, hérna sjáu þið, þá fer ég undir og sæki græna til þess að festa. Og svo 2 græna í viðbót og svo bleik. Og svo festi ég hérna út við endan bleika bandið svo ég geti notað hérna aftur á leiðinni tilbaka án þess að það sé laust, að þá er ég búin að festa bandið. Nú er bara grænt hérna út að enda. Svona. Og svo prjóna ég bara tilbaka. Rekast svolítið í borðið prjónarnir, þess vegna verður þetta svona óþjált hjá mér. Svo tek ég bara hérna græna bandið undir bleika bandið til þess að festa það betur. Og hérna svo bara prjóna ég bleikt eða grænt eða eitthvað, hvað ég vil. En festi alltaf bandið vel á bakvið ef það eru fleiri 3. Nú eru 3 lykkjur bleikar og þá festi ég í miðju lykkjuna. Og sama með græna, fer yfir, fer undir og fer yfir. Svona er þetta bara endurtekið og þá festist bandið og minnstu prjóni verði jafnara. Ég vona þetta hjálpi ykkur, takk fyrir að horfa. Bless.